Hér höfum við hann Sævar Helga Bragason, eða betur þekktur sem Stjörnu-Sævar. Velkominn. Takk hérlega fyrir. Hvað geturðu sagt okkur þessar myndir? Myndirnar eru hver annarri glæsilegri og í raun og veru bara ný uppgötvun á hverri einustu þeirra. Þær eru eiginlega skýrari og kannski fallegri en við áttum von á og sýna okkur fyrirbæri sem eru mjög mismunandi og þetta eru auðvitað bara svona smjörþefurinn af því sem koma skal. Þannig að það er mjög spennandi tíma framundan í stjarnvísindum. Þannig að það eiga eftir að koma kannski einhverjar fleiri myndir á hvað næstunni eða? Já, bara næstu árum. Þegar sjónaukinn starfar, þá náttúrulega er hann að safna fleiri og fleiri gögnum og horfa dýpra eða lengra út í alheiminn en nokkru sinni fyrr og líka svolítið að sýna okkur fyrirbæri sem kannski könnumst betur við eins og Júpíter, Satúrnus og svona hluti sem eru nær heima og við bíðum mjög spennt eftir að sjá það líka. Hvernig er hægt að taka myndir af hlutum sem verður svona ótrúlega langt í burtu? Já, það er rosalega góð spurning reyndar vegna þess að, og svarið er bara það að sjónaukinn er risastór. Hann er svona stærri tennisvöll, cirka, og spegillinn sjálfur er samsettur úr 18 litlum speglum sem samanmynda 6,5 metra breiðan spegill eða sem nemur svona 25 fermetrum og það er kannski erfitt að sjá það fyrir sér. En stærð sjónaukans gerir honum kleift að horfa svona langt aftur. En ekki bara það, heldur er hann með spegla sem eru með gulli og gull endurspeglar svo vel svona rauðu ljósi eða hita og fyrirbærin sem við erum að sjá sem eru lengst í burtu, þau gefa yfirleitt frá sér svolítið rauðleitt ljós og þess vegna getur hann séð svona langt í burtu. Þannig að bæði hvernig spegillinn er með gullhúðurinni en líka hversu stór hann er. En segðu mér, er verið að ferðast aftur í tíma? Já, sjónaukar eru allir tímavél og það er vegna þess að öll fyrirbærin sem við erum að horfa á hérna úti í geimnum eru svo langt í burtu að ljósið er einhvern ákveðinn tíma að ferðast til okkar. Til dæmis ef við horfum á sólina þá sjáum við hana eins og hún leit út fyrir 8 mínútum síðan. Fjarlægustu fyrirbæri sem við erum að síðan sjá núna, þau eru svo langt í burtu að ljósið lagði af stað frá þeim þegar alheimurinn var kannski bara milljarð ára gamall eða svo og hefur þó verið að ferðast í næstum 13 milljarða ára til okkar. Og þannig að sjónaukinn já er tímavél og þetta gerir okkur kleift að horfa svona aftur í tímann. Getur aðeins lýst því fyrir okkur hvað er að gerast á þessum myndum? Ég heldur betur, myndirnar eru ótrúlega fallegar í fyrsta lagi og ein af þeim fyrstu sem birtist var mynd af svona vetrarbrautaþyrpingu. Þegar við horfum upp í stjörnubjartan heiminn á kvöldin þá erum við að horfa á vetrarbrautinu okkar og hún er hluti af hópi sem er hluti af miklu stærri hópi sem við kallum þyrpingu. Og á þessari tilteknu mynd þá erum við að horfa á svona gullitan kekk eða kökk sem var svona cirka 5 milljarða ljósár í burtu. Þannig að ljósið frá þeim laðast að þegar jörðin var að fæðast. Og alls þar í kring sjáum við svona sveigjur, svona eins konar svona hálfgerða sviga sem eru þá vetrarbrautir sem eru ennþá lengri í burtu. Þannig að þetta var svona náttúrulegt stækkunargler sem magnar upp ljósið og sveigir og beygir það, þannig að við sjáum ennþá lengra aftur. Síðan horfðum við líka á mynd þar sem stjörnur eru að fæðast í skýi sem heitir Kjalarþokan og það lítur út svona eins og veggur hálfpartinn, en þetta er gas og ryk, leifar af stjörnur sem hafa sprungið og þarna inn eru nýjar stjörnur og ný sólkerfi og kannski nýtt líf að vera til. Síðan horfðum við á stjörnur sem eru að deyja líka, kasta efninu frá sér og þar sáum við eina aðra stjörnu í kring sem er að hafa áhrif á skýið, fyrsta skipti sem hún kemur fram. Og svo var svolítið skemmtilegt að við vorum líka að þefa af andrúmslofti annarra plánetu. Það er að segja að þegar pláneta fer svona fyrir sólina sína, svona eins konar sólmyrkva, þá verður þverganga kallast og ljósið frá sólinni fer í gegnum andrúmsloftið. Og við getum mælt það þegar þetta gerist með sjónaukanum og þar af leiðandi fundið út hvaða efni er í lofthjúpi reikistjörnu sem er alveg óralangt í burtu. Og það er alveg bylting. Það er í raun og veru fyrsta skipti sem svona formleg leita lífi í geimnum utan okkar sólkerfis er að byrja. Svo fengum við nýlega rosalega fallega mynd af Júpíter sem sýnir hita sem er að berast upp til yfirborðsins. Þannig að við sjáum svona björt svæði og dökk svæði. Til dæmis stóri rauði bletturinn, auga á Júpíter, er mjög áberandi. Það er svona hlýtt, hlýrra loft að streyma upp úr og næra storminn. Svo sáum við meira svona norðurljós á þeirri mynd líka. En nú ertu búin að nefna nokkur sinnum annað líf, nýtt líf. Já. Trúir þú á geimverur? Ég bara er að horfa á eina geimveru fyrir framan mig núna. Þannig að já, það eru svo sannarlega til geimverur. En spurningin er kannski frekar hvort það sé til aðra geimverur, er það ekki? Jú, mikið rétt. Og ég hef ekki hugmynd um það. En þegar maður horfir út í alheiminn og sér hversu ótrúlega margar stjörnur eru þarna úti og hversu ótrúlega margar plánetur eru í kringum þessar stjörnur, þá svona læðist allavega að manni sá grunur að það hljóti eitthvað annað líf að vera þarna úti. Og bara í sólkerfinu okkar gætu verið nokkrir staðir þar sem líf er núna. Það gæti verið líf á Venusi núna, það gæti verið líf á Mars og svo eru 2 tungl við Júpíter og Satúrnus þar sem líf gæti líka verið. Það er kannski ekki svo við að spjalla saman, en í öllu falli þá gæti verið líf þar líka og við erum bara að leita. Frábært, bara takk kærlega fyrir, Sævar. Bara mínir ánægðir, takk fyrir mig.